Á bæjarstjórnarfundi var umræða eða talsverður mikill lestur svokallað magmabréf. Þetta nafn, maður hefur heyrt þetta áður, en hvað þetta magmabréf? Magmabréfið þegar við seldum hitaveituna á sínum tíma, henni var skipt upp í HS Veitur og HS Orku og við seldum HS Orku, þá var okkur borgað á tvennan hátt. Við fengum skuldabréf sem kaupandinn lofaði að greiða okkur og svo fengum við smá pening. Þetta bréf átti að greiða upp 2016. Það var kúlulán. Ein greiðsla. Því miður var það ekki og við þurftum að gefa heimild til að fresta afborgun í 1 ár til 2017. Þá reyndum við að hafa þetta borgað aftur og hann borgaði ekki. Og ástæðan fyrir því hann gat gert það að við höfum veð á bak við skuldabréfið sem var lítill hlutur í HS Orku. Og að því hann borgaði ekki skuldina sína, þá fengum við í hendunar nokkur bréf í HS Orku. Og það það sem við erum að selja núna, þessi bréf í HS Orku. Við erum bara svo heppin að það hefur gengið vel í HS Orku og sem á 30% hlut í Bláa lóninu, að bréfið metið hátt og hefur kannski, þessi tala hefur þrefaldast á 2 árum. Þannig að þá má kannski segja að með að þetta var nánast orðið verðlaust, að þá sitjum við höndunum hugsanlega með mjög góðan pening. Og það það sem við erum að gera í dag, við erum að selja þetta bréf. Þetta einhverjir 3 milljarðar á leiðinni í Bæjarsjóð Reykjanesbæjar. Það hlýtur að hafa eitthvað að segja í aðlögunaráætluninni. Já, það mun hafa verulega góð áhrif, en kannski bara munum langar að minnast á það að á þessum tíma þegar að Hitaveita Suðurnesja var seld og þetta bréf var til, þetta ekki heildar uppæðin fyrir bréfið vegna þess að sjálfstæðismenn á þessum tíma komu þessu bréfi inn í sérstakan sjóð og fengu fyrirframgreiðslu út úr bréfinu þannig og eru búin að eyða nokkrum milljörðum af þessu bréfi. Bréfið átti að vera á gjalddaga 2016 en það var ekki nema hluti eftir að bréfinu. Þannig að menn voru búin að koma langleiðina með að eyða því þegar að sjálfstæðismenn stjórnuðu hérna í sveitarfélaginu. Nú vorum við með þessar eftirstöðvar af bréfinu og vonumst til þess að fá það 2016 en þá fengum við tilboð frá íslenskum aðilum sem var þannig að það kom engin peningur út úr þessu. Við gátum bara gert upp við þennan sérstaka sjóð og þetta skilaði okkur engu en tíminn hefur unnið með okkur í málinu og núna erum við hugsanlega að sjá það að gæti orðið svona 2,8 milljarðar sem kæmi í Bæjarsjóð og það þetta veruleg búbót fyrir okkur vegna þess að í samkomulaginu við kröfuhafana þá skuldbundum okkur til þess að leggja þessa peninga inn á lánin sem að hvíla á þeim byggingum sem að ekki teljast eða ekki að hýsa ólögbundna starfsemi eins og Hljómahöllina til dæmis. Og við munum nýta þessa fjármuni í að borga slíkar byggingar og leysa þær til okkar. Þá eigum við Hljómahöllina skuldlausa. Við eigum Íþróttaakademíuna skuldlausa. Við fáum til okkar golfvöllin á nýjanleik. Eða klúbbhúsið. Þannig það eru nokkur stór og 88 húsið. Stór og merkileg hús sem að fara bara í eigu Reykjanesbæjar algjörlega skuldlaust. Og það mun hjálpa okkur verulega. Fyrir utan það að við það að fá þessi fjármuni inn í sveitarsjóð þá muni vaxtagreiðslurnar okkar lækka gætu numið 250 milljónum á ári. Þannig að þetta gæti orðið veruleg búbót fyrir okkur og mun hjálpa okkur í að losa okkur við þessar svokölluðu eftirlitsnefnd. Og hvað munið ná þessu skuldaviðmiði eða fara undir það löngu fyrr? Ég held að við erum langt á undan áætlun og það voru líka breytingar á viðmiðunarreglum hjá eftirlitsnefndinni sem gera það verkum að við förum fyrr frá. Ég myndi halda það að við förum kannski á þessu ári klára við það sko. Þannig að erum við að tala að þið fara undir viðmið á þessu ári, 2019. Já. Og það var miðað við það 2022, við erum að tala 3 ár. Já, allavega. En það breytir ekki því sko að ástæðan fyrir þetta hefur gengið upp það að við erum að veita aðhald á kostnaðarhliðinni í rekstrinum og við erum báðir svona nördar í því og það bara að halda því áfram. Það er allt betra. Já, það verður samt áfram
aðhalda Já, við þurfum, það ekkert gott að vera alltaf alveg í toppi. Við þurfum að búa til svigrúm, því að við þurfum að hafa þetta svigrúm. Við vitum ekkert hverjar aðstæður hér verða, þrátt fyrir að það sé veruleg uppbygging núna, þá lífið hverfult og við vitum ekkert hvað getur gerst. Við sjáum það bara á uppsögnum sem áttu sér staðinn upp á flugvelli að þetta getur breyst. Þannig að gott fyrir okkur að hafa borð fyrir báru og geta þá brugðist við einhverjum tímabilum sem að geta verið erfiðari. Þannig að við ætlum að koma okkur niður fyrir þetta talsvert.